sæl, ágætu vinir og við ætlum að halda áfram með söguna, ekki? Aðeins að laga þetta til og ég veit ekki hvað við köllum þessa, geti verið svona hluti starfsögunar og þó ekki. En eins og margir aðrir þá kviknaði áhugi hjá mér til þess að kvikmynda og það var nú svona bara mest forvitni sem að greip mann og bara áhugi til þess að og löngu til þess að gera eitthvað sem maður hefur aldrei áður gert og við vitum nú hvernig þetta allt saman er. Sumir eru áræðnari öðrum þegar kemur að nýjungum og nýjum hlutum og aðrir eru fastheldnari þar og ekki alveg eins ákafir í að prófa eitthvað sem þeir hafa aldrei prófað áður og hvort er betra, ég bara veit það ekki. En við verðum víst að vera bara eins og við erum og sumir vilja fástu margt, gera margt, reyna margt og meðan aðrir sætta sig við að vera bara í sama og allt í lagi ef maðurinn er sáttur og þá líka er ekkert það að segja. Kvikmyndir komast svolítið mikið í hendur okkar sjálfra þegar tækninni fleygir fram og verðin á þessum ágætu græjum fara að minnka, lækka. Og þetta er farið að verða svona meiri söluvara og meiri áhugi hjá framleiðendum að vera með þessi tæki og athuga með áhuga fólks á hvort þau vilji nota það. Þannig byrjar þetta nú allt saman og þá náttúrulega vilja menn vera með einhvað í handráðanum sem mögulega, hugsanlega vekur áhuga hjá fólki. Hreyfimyndin er auðvitað áratuga gamalt fyrirbrigði og hreyfimyndin er komið fram á 19. öldinni, svona í lok 19. aldar og komin á talsverðan skrið fljótlega eftir aldamótin 1900. 1920 eða hvenær er Chaplin og þessar þöglumyndir að byrja. Það eru nokkuð gamlar og yfir 100 ára gamlar líklega elstu myndirna þar en þá er sem sagt hreyfimyndin komin á legg og hreyfimyndin er að vekja gríðarlega eftirtekt. Og líklegt er að þetta hafi nú verið langfjölmennasta og áhugaverðastu samkomurnar sem menn fóru á. Það var að horfa á þessar þöglumyndir og þessar þöglumyndir eru nú ennþá verið að sýna og þykja sumar mjög vel heppnaðar, svona sem grín. Menn virtust nú til að byrja með ætla bara að vera í gríninu og alls konar frábærir leikarar, grínleikarar stigu fram og urðu bara talsvert hátt skrifaðir í veröldinni eins og Charles Chaplin og fleiri. En það þróast, þessar vélar þróast og svo fara þær að koma með tali sem að breytti mörgu en ýtti sumum af þessum þögluleikurum út vegna þess að röddin einhvern veginn fannst mönnum ekki passa við ímyndina sem menn voru búin að draga upp af þessum mönnum þannig að þeir eiginlega náðu sér aldrei á strik eftir það og dutt út. En Chaplin var ekki einn af þeim. Hann einhvern veginn náði með röddinni sinni að halda bara velli enda frábæra leikari og eitt svo besti sem við höfum átt á sviði gríns og gamans og ef hann fékk því ekki til að hlæja, hver þá? Og svo kemur að því að það er verið að reyna að höfða til almennings með þessar græjur. Og þá náttúrulega var það útbúað það alveg sérstaklega og þá mátti þetta ekki vera neitt of dýrt því að menn verða náttúrulega að geta keypt það sem verið er að bjóða fram. Og þessar vélar, litlu kvikmyndavélar fara að birtast í auglýsingum.
kostið þetta og kostið hitt. Ég þekki ekki nákvæmlega hvenar 8 mm kvikmyndavélin kemur fyrst til sögunar og skjalana á Íslandi. En svona eftir því sem að ég sé, það getur vel verið að maður geti fundið þetta með því að fara aftar í tíman, en ég sé að frá 1961 allavega, þá verið að auglýsa 8 mm vél sem einstaklingur að auglýsa, líklega keypt hana erlendis, annars ég þekki það. En árið á undan, 1960, þá verið að auglýsa 16 mm kvikmyndavél, tökuvél, sem ekki það sama á 8 mm vélar, því að þær voru svona meiri fagmennsku vélar, en þó ekki, því að 35 mm kvikmyndafilman, hún var svona ekta fagmannsgræja. Allar kvikmyndir, eða flestar kvikmyndir eru teknar upp á 35 mm filmur, en ég veit ekki hvernig þetta í dag, þetta ekki allt komið bara í stafrænt form og eru kvikmyndir lengur teknar upp á filmu? Ég bara veit það ekki, en mér finnst það allavega ekki líklegt að það sé, því að framfarirnar í þessu stafræna dóti eru slíkar að það bara í raun og veru búið að henda öllu öðru formi til hliðar og maður skilur það vel. Því að vinna með filmu og vinna með þetta stafræna bara eins og svart og hvítt. Allar filmur þú varst að láta framkalla þær. En stafræna kerfið bara leið framköll. Og svo fyrir utan það að þá engin kostnaður við þetta annar en að fá sér þessi tæki, því að þú getur náttúrulega eitt út af disknum eða vélinni, þetta nú oft tekið bara beint upp á vélarnar og allur kostnaður við upptökurnar 0. Að öðru leyti þetta eins, þú þarft auðvitað að vanda myndatökun og þú þarft auðvitað þekkingu og búnað til þess að ná fram þeirri mynd sem þú vilt ná og þó að myndavélarnar og kvikmyndavélarnar séu ólíkar að því leyti til, að þá voru þær svo heimtufrekar og ljós, þessar gömlu vélar, en það ekki lengur, en auðvitað þarftu ljós til þess að bara lýsa upp og fá ennþá betri mynd. Þú ert að fá þær í gegnum þessar nýju vélar. Það engin spurning það, ég get alveg staðfest það því að ég eignaðist 8 mm kvikmyndavél árið 1970 og þessar 8 mm vélar sem ég átti 3 á tímanum frá 70 til 82-3 eitthvað svoleiðis. Þær voru mjög erfiðar í hvað birtu árarir og ef þú ætlar að taka kvikmynd inni þá gerðir þú það ekkert væni minn nema með öflugum ljóskastara sem hægt var að kaupa og þetta gaf ekkert lítið ljós frá sér. Þetta var ekki stórt tæki en gaf með peru í sem var 1000 volt, já. Og það var allt skjannabjart inni ef þú kveiktir á þessu, en sá hængur á að perurnar í þeim voru svo viðkvæmar að þú varst að slökkva á þeim, já þú gast kannski nota þær í 5 mínútur og þá varst að slökkva á þeim og kæla þær niður og kveikja svo á þeim aftur, því að ef þú varst með þær of lengi í þessum ljósstyrk þá bara sprungu þær. Ég man ekki hvort þetta voru dýrar perur en örugglega hafa þær ekki verið ókeypis allavega, en ég man bara ekki kostnaðinn á þessu. Og ég náttúrulega fékk mér svona lampa eftir að ég keypti þessa vél, fyrstu vél mína sem var notuvél sem að bróðir minn eiginlega útvögaði mér. Vinnufélagi hans var eitthvað að nota hana og ég held að hann hafi selt þessa eftir að hafa fengið sér aðra vél. Við vitum alveg hvernig þetta að við viljum alltaf fá okkur aðeins betra og við erum svona, ef við erum ykkur með hugan við þetta, þá erum við líka með hugan við
það sem að koma og svo framvegis. Og hann selur mér þessa ágætu vél og ég að nota hana í fyrstu upptökurnar mína. Ég notaði hana þessa vél náttúrulega heima og svona í kringum mig og út í hesthúsi og svona. Nei, kannski ekki svo mikið, en ég fór með hana allan á sjó og ég var með hana borð í fyrsta togarunni sem ég starfaði á, sem Maigeko 346 úr Hafnarfirði, við munum eftir honum. Og þessar myndir eru til ennþá, þú getur séð þar á YouTube síðunni minni ef þú vilt það og tók nú reyndar ekkert mikið upp, maður var svona svolítið feiminn við að taka þetta og nota þetta en því var alltaf tekið vel þegar maður var með þetta uppi. Mér fannst bara áhugavert að einhver væri að gera þetta og stundum kom fyrir að maður tók eitthvað smávegis upp og svo sýndi maður þetta bara á tjaldi borð. Þegar búið að framkalla þetta og svona, en það tók tíma að framkalla þetta og það var að senda þessar vélar, filmurnar úr þessum vélum, þetta voru kassettur og þú keyptir þær í, náttúrulega bara, það fengust nú við það og það sem þessi seldu filmur í vélar, þeir voru yfirleitt allir með þessa tegund líka í fyrir 8 mm spólurnar. Þannig að það var ekki vandamálið að kaupa þetta. Og það var heldur ekkert vandamál að framkalla þetta, en sá hængur var á að það var eitt fyrirtæki í Danmörku sem sá að framkalla alla þessar 8 mm myndir. Maður sem sagt keypti myndirna og fékk svo miða með, annað umslag með, því að maður borgaði í raun og veru framköllunina bara leið og maður keypti myndina. Þannig að maður, þegar hún var orðin full átekin, þá stakk maður filmunni úr vélinni í þetta umslag sem fylgdi með og merkti það bara heimilisfanginu sínu. Það var skrifað á umslagið heimilisfangið úti, en á bakleið þá varstu með þitt heimilisfang, því að þeir urðu auðvitað að vita hvert þeir ættu að senda þetta og þeir sögðu það tækið á viku að framkalla þetta og það stóð alveg svo stafur á bók að eftir viku þá kom pósturinn með þetta bréf til mín. Þetta var bara sent í pósti og svo bara stungið í gegnum bréfalúna því að þetta var nú, fyrirferðin var ekki meira en þetta. Og þegar maður fékk það tilbaka, þá fékk maður litla spólu. Og maður gat þrætt hana sem sagt upp á sýningavélina, það var nú eitt sem þú þurftir að eiga helst. Það var ekki nóg að vera með upptökuvél. Þú varst líka að eiga 8 mm sýningavél og ég hygg að flestir sem að voru á annað borð með þessar græjur að þeir hafi fengið sér 8 mm sýningavél. Ég held að ég hafi nú reyndar keypt hana nýja þó að þessi vél væri notuð, en sýningavél átti ég. Já, líklega nýja. Og í nokkur ár þá var ég með þessa sýningavél og eins og aðrir, svona dellukallar, þá var ég búinn að koma mér upp tjaldi sem var á þrífæti og maður dró upp og tjaldi blasti við. Þetta var nú svolítið sniðugt og þegar þú sýndir á þetta þá varst að horfa á bara ágætis myndflöt á við stærstu sjónvörp í dag. Og það náttúrulega blasti allt við og myndatakan var bara eins og hún var og hvernig gekk að afgreiða það allt saman. Þannig að það var svona ekki flókið mál, en þú varst að eiga þetta. En við vorum að tala áðan birtuna og þær voru mjög erfiðar þessar vélar hvað birtu varðar til að fá góða mynd, skýra mynd, heilbrigða mynd, eins og við segjum. Þá var það helst að vera bara að skjanna bjart út í sólskinn og flott. Ef þú varst með þetta í einhverju öðru veðri, skýjuðu veðri og einhverjum svona leiðindum og þá varstu ekkert að fá neitt sérstaklega góða mynd. Það bara fylgdi þessum vélum
En þetta umhverfið í þessum vélum orðið svo rosalega breytt frá því sem var frá þessum tíma, og þetta ekkert fyrstu vélarnar sem ég með í kringum 1970. Við vorum að tala árið 1961 og þá var verið að auglýsa þessar 8 mm vélar, en ég hygg að þær sé nú nokkuð nýlegar í þessu landi árið 1961. En ég veit ekki hvenær þær byrja að koma eða hvenær menn byrja að framleiða og svona höfða til markaðinis með þær. Það má vel verða að það sé fyrr, líklega fyrr, en kannski ekkert svo mikið fyrr en þessi auglýsing frá 1961 bendir til. Og ég var sem sagt með vélina mína borð í maí, sumarið 70, og svo fer ég aftur borð í maí haustið 71 og þá var ég líka með vélina og þá tek ég þessar myndir, ég tók myndir hérna á dekkinu í bæði skiptin og sumar af þeim voru þannig að það var það dimmt úti að eiginlega þær nýtast mjög illa og ekki, en ég með þær samt þarna og má nú vinna þetta svolítið í forritunum sem við erum að klippa þetta með og maður reyndi svona að lýsa þetta upp eins og hægt var, en það svona áhöld hvað mikið hægt að gera því að suma myndir eru bara ónýtar af þessum völdum. Þannig að þetta voru svolítið vond með farin tæki að þessu leyti, en kannski góða því leyti til að þú varst svona spá svolítið í aðstæður sem þú varst að vinna í og með. Og ég held að það sé nú reyndar öllum gott að vera þar. Og ég var líka með þessa vél á borði í Reykjanesi, Bjarma öðru, þau voru þar og tók eitthvað smá skot þarna á netavertíðinni sem var og ég ætlaði að sýna þeim myndirnar sem ég tók. Allir vildu sjá myndir, það var nú merkilegt með það. Og ég kem borð með vélina og svo ég búinn að stilla henni upp á borðinu, við ætlum að sýna þetta bara í borðsalnum og þá kemur vélstjórinn og segir, bítu aðeins, er þetta riðströmsvél eða jafnströmsvél? Ég sagðist að nota þetta heima, já þá er þetta riðströmmur, þú getur ekki notað það hér. Nú, hér er jafnströmmur, ef þú stingur henni í sambandi þá myndu sennilega eyðileggja mótorinn eða hvað þetta heitir í vélinni þannig að ég hætti við og var að fara að stinga í og hætti við og feginn bara ráðleggingunni sem ég fékk, en þannig að þá vissi ég að það í sumum skipum var riðstraumur og í öðrum skipum jafnstraumur og ég þessum ágæta vélstjóra, hún Stjána vini mínum, mjög þakkláttur. Þannig að við gátum ekki séð myndina þarna. En hvað það? Þessar myndir voru nú ekki góðar og klikkuðu allar meira og minna vegna þess að þetta voru batterísélar og batteri í vélinni var, og þetta náttúrulega allt batterísélar, batteri í vélinni var búið og svo byrjaði ég að taka og dreif hún ekki áfram vegna þess að hún var rafmagnslaus og þannig að það var nú minna úr myndatökum en var og ég út á sjó og maður var ekki þetta að hlaða neitt, þetta var maður bara að kaupa batteri bara í sjoppunni eða búðinni og það var ekki hægt þegar maður kom í land allavega. En þessar myndir eru ennþá til og maður var að druslast við að nota þetta og notar enn. Því að þetta það eina sem ég tók þarna borð. Þannig að vélinn var ég var ekkert mikið að nota þessa vél og ég bara oft mjög lítið en maður var með hana, ég hefði viljað vera miklu meira að taka út á sjó en einhvern veginn var maður svona hálf feiminn við það eins og ég var að tala áðan og það var minna úr verki en svona kannski hefði átt að vera svona upp á seinni tíman og ég áttaði mig alveg á því þá að þetta var miklu meira upp á seinni tíma að gera upp á svona ánægju gildið og það hefur alveg sannað sig
og þessar myndir, elstu myndir eru frá því 1970 og það komið 2022 í dag, þannig að þú sér að þetta er orðnar hálfrar aldar gamlar myndir eða það bil. Og þá var nú margt svolítið öðruvísi en það í dag og tæknin auðvitað komin talsvert á strik en í engu líkingu við það sem í dag. Og engin náttúrulega á þeim tíma óraði fyrir að þetta ætti eftir að þróast í þessa átt sem við þekkjum í dag en það svo sem erum við bara í okkar samtíma og hann var svona þá, hann öðruvísi í dag. En vélarnar eru ennþá uppi. Upptökuvélar heitir í dag vídeóupptökuvélar eru á fullu gasi og menn að nota þetta og þú getur tekið þetta upp á margan máta í dag og ljósmyndavélarnar flestar eru leið mjög góðar ljósmyndavélar og líka hinnar bestu ágætustu upptökuvélar fyrir hreyfiefni. Það hefur maður séð og það get ég alveg staðfest og ég veit að þú veist vel þetta. Þannig að ljós, jú, þau eru mikilvæg og vera með rétta lýsingu er mikilvægt en myndavélarnar ekki þannig séð háðar einhverju sérstakari skjannabirtu en það voru þessar gömlu 8 mm vélar sem voru líka að tala þær voru svolítið erfiðar í taumi að þessu leyti en þetta náttúrulega var bara það sem var þá og við þekktum ekkert nema þetta. Þannig það var eitt að gera, það var bara að koma sér upp einhverju sem að breytti þessu. En ef þú varst heppinn og stundum með þetta var maður heppinn og þá varst þú að fá alveg hreint prýðilegar myndir af þessum 8 mm vélum. En þessi fyrsta vél mín, ég held seldana borð í Faxaborg því ég var þar. Og þá vélin mín heima, ég tók hann ekki með þar, en ég tók fullt af myndum borð í Faxaborg í Norðursjónum vegna þess að skipstjórinn, Guðmundur Gunnarsson, ágætismaður, hann hafði vildi selja þessa vél því hann var búinn að fá sér nýja vél og ég borð og mér líst vel á og ég kaupi vélina af honum og ég bara fæ hana afhenta borð og var þá komið með vél og svo í fyrstu höfn þegar við komum til Skagen í fyrstu lönduna þá fekk ég mig filmu í hana og byrjaði svo að taka upp frá því. Þannig að maður var með þessa vél alveg frá því að við komum á miðin og nei, ég held að hafi verið, hann hafi látið mig hafa filmu og það var alveg rétt. Ég man eftir því ég var að taka þegar við komum á miðin áður en við komum í höfn. Og þær eru til þarna þegar, ef þú manst eftir þessu myndum, þegar við fengum í skrúfuna og Reykjaborgin kemur siglandi að okkur sem með kafara borð og þetta má sjá á myndinni. Þetta áður en við förum í fyrstu löndin. Þannig að skipstjórinn blessaður, hann hefur látið mig hafa filmu með sem hann hefur átt. Þannig að þetta var, ég man ekki hvað hún kostaði þessi vél en það var bara eitthvað gangverð sem sett var á og svo var þetta bara tekið af laununum mínum á skrifstofunni. En hefði hann ekki gert þetta, þá hefði engar kvikmyndir verið til að ferðinni niður í Norðursjó. Og ég held að hún hafi nú vakið svolítið athygli og mönnum fundist gaman að sjá þetta og ég veit að mönnum hefur líka þótt gaman að sjá þessar togaramyndir sem ég tók sem þó var ekki í neinu magni og ég eftir á hyggja hefði viljað taka 1000 sinnum meira en það náttúrulega ekki bæði haldið og sleppt í þessu og áræðinin kannski ekki alltaf fyrir hendi feiminn hafferðingurinn sem kannski var að draga svolítið úr honum þarna. En þetta nú sagan
á bakvið 8 mm myndavélina mína. Þess að sel ég þessa vél á hann í einhvern tíma og kaupi mér nýja vél sem leið var svona flottasta vélin af þessari tegund sem ég átti og hún var með hljóði. Það fylgdi henni míkrafón. Þannig að síðustu myndirnar mínar sem ég var að taka voru leið hljóðmyndir. Ég man ekki alveg hvort að maður hafi nú mikið verið að nota þennan míkrafón en einhvað man var ég að nota hann en ég held ég hafi nú samt ekki verið að nota hann alltaf. Þannig að þú varst að stinga honum í samband til að fá hljóð. En þá eru þessar vélarofnar auðvitað betur bættar og þær eru ekki alveg eins viðkvæmar fyrir ljósi og hinnar, en auðvitað samt viðkvæmar, en það er náttúrulega verið að betur bæta þetta allt. En hvenær þessar vélar hætta í framleiðslu þekki ég ekki, en ég sem sagt legg hana 8 mm vélina mína til hliðar í kringum 82. Ég hugsa ég sé nú allir það sé ekki yngstu myndirnar mínar og þá lagði ég þetta bara til hliðar. Setti þetta allt saman í kassa og lagði þetta til hliðar og gerði ekkert með þetta fyrir en ættingi hringir í mig, þá bjó ég í Neskaupstað og spyr mig hvort við eigum ekki að gera eitthvað við þetta. Og hann sagðist vera til í að láta færa þetta yfir á vídeó og ég samþykti það, var náttúrulega feginn því og það er gert og og það er bara deilt á fólki, eintaki. Það var allt í lagi með það því að þetta náttúrulega voru meira fjölskyldumyndir heldur en nokkuð tímann atvinnumyndir og allt í lagi að fólki bara fengi þetta. Og ég fæ mitt eintak og svona heildartíminn á þessu, þetta var nú það mikið allavega, að hann skagar hátt í 3 klukkutíma. En ekki meira en það og þetta er allt saman búið að vinna þetta marg fram og tilbaka og þetta er mest allt á netun í dag og var alltaf meiningin auðvitað að fara með að þanga svona eftir að maður vissi hvað net var og internet var. Ég hafði ekki hugmynd það á þessum tíma. Ég stúderaði ekkert þetta net fyrir en bara á 20. öldinni. Eða 21. öldinni fyrirgefðu. Ég legg hana niður, eitthvað 82-3, en kaupi svo rándýra Canon-vél nýja 2003. Rándýra Canon-vél. Og þær voru ekki með upptökudisk eins og í dag. Þetta var svona næsta kynslóð undan. En það sem að menn voru að nota á þessum tíma til sjónvarpsupptöku og allt þannig að maður var alveg fúlbifæri allt saman það. En þær voru með spólum sem að stakki í kassettum og kassetturnar í þetta þær voru kostuðu, ég man ekki hvað það kostuðu, en þannig að ég tók nú þá ákvörðun strax að taka ekki yfir. Þannig ég keypti mér svona í 99% tilvika nýja spólu ef ein kláraðist, þetta voru klukkutíma spólur og þannig að hafa hellingskostnaðar við það, en svo förum við út í þessar nýju vélar og það er eitthvað 2000 og hvenær? 2009 eða 10 eitthvað svoleiðis og þá væni minn er allt saman gjörbreytt og þá sem sagt leið leggst af allur filmukostnaður og þú tekur þetta upp á harðan disk á vélinni þinni og í raun og veru er kostnaðurinn í dag við þetta, hann er í að kaupa þetta inn og það er svo sem ekkert gefið að kaupa þetta inn og þú ætlar að kaupa góða vélar því að þú getur keypt góðar vélar og vondar vélar, alveg svo var þá. En þú ert með tengingu við tölvuna, tekur þetta beint úr vélinni, þannig að framköllunarkostnaður og filmukostnaður hefur verið núllaður út og hún bara ítt til hliðar. Þannig að það sem maður sér í dag er að það er engin rekstarakostnaður á þessum græjum í dag og það finnst mér
alveg stórkostlegt að skuli vera. Svo fyrir utan það ertu með myndgæði sem þú hefur aldrei haft áður í raun og veru, sem þú ert með í dag. Og þau eru meira að segja alltaf að verða betur og betur í því að það er komið eitthvað sem heitir 4K og einhver fleiri K sem að á að búa til skýrari mynd. Þannig að þróunin er alveg á fullu eins og hún hefur alltaf verið. Og verðin líka að lækka, þannig er það nú reyndar alltaf með þessi verð að þegar þetta fyrir fjöldaframleiðslu þá hrynja niður verðin. Og það er svo sem ákveðin kostur við það, því að þá getur fátækur ég og þú frekar eignast þetta. Auðvitað er verið að hugsa það líka þegar verið að gera þetta. Og ég sem sagt fer þarna aftur af stað. En þá hafði ég ekki verið neitt við þetta. Kannski tekið einstaka ljósmynd, en ekkert verið við neinar upptökur á hreyfimyndum, en ég fann að grunnurinn að því sem er að gera í dag er lagður með þessari 8 mm vél. Hefði ég ekki haft þennan grunn og vita hvernig maður ætti að beita svona kvikmyndavél, að þá hefði maður náttúrulega bara verið eins og þegar maður var að byrja þar, allt á fleygiferð og upp og niður, út og suður. Þetta er eitthvað sem maður þarf að læra. Þannig að ég er mjög þakklátur fyrir grunninn sem að ég fékk með þessari 8 mm vél, sem var nú kannski ekki það fullkomnasta sem að til var, en gaf mér samt þennan grunn sem ég hef lengi og þá fram á daginn í dag notað. Það segir nú víst á einu stað, lengi býr að fyrstu gerð. Þetta var skemmtilegt. Og ég harma það eins og nýtt net að hafa ekki gert meira. Og svona að endingu þá langar mér til þess að skjóta þið inn því að mér fannst það áhugavert sjálfum. Að þá var ég borð í Mými, IS, þá er komin til Hafnarfjarðar, en ég held að hann hafa alltaf verið með IS númerun á, ekki GK. Og við erum að draga netin okkar undir Krísuvíkurbergi á óskaplega mörgum bátum og þetta var austurþýsku bátur Mímir, og þá kemur annar rauður austurþýsku bátur sem ég man ekki hver var, held hann að vera frá Vestmanni. Og hann siglir alveg að okkur og ég sé þetta og allt í einu kemur út á brúaveng maður og hann er með svona 8 mm myndavél, ég man alltaf eftir því og ég alveg verið einu augu því að ég náttúrulega var að sjá eitthvað sem ég þekkti og hann er að taka þarna blessaða maðurinn á okkur, gera það sem við gerum um borð í bátnum og ég hef oft verið að hugsa um það hvað þessi mynd sé. Núna er náttúrulega YouTube fullt af alls konar og ég hef verið að grennslast eftir þessari mynd þar, en ég man ekki eftir að hafa séð hana. En ég hlýt eiginlega að þekkja strákana ef ég sæi myndina. Og veit alveg auðvitað frá hvaða sjónarhorni hún er tekin. Hann kemur að okkur stjórnborðsmegin og því að það er dráttarspilið, netadráttarspilið og allt saman það og við að vinna þarna eins og óðir menn í að greiða úr og draga netið. En ég hef nú ekki ennþá orðið svo heppinn að sjá þessa fínu mynd, svo er náttúrulega ekki dýst hún sér neitt til og svo getur líka vel verið að hún hafa nú bara hreinlega klúðrast upptakan, það kom nú fyrir að klúðruðust upptökur. En ég bara veit það ekki. En allavega ef ég hvergi er ekki stáðan og þetta er árið 1970 sem að þessi ágæti einstaklingur á þessum ágæta austurþýska 101 tonna bát siglir að okkur, gaggjart til þess að mynda, kannski var þetta skipsturinn sjálfur og hann hefur leyft sér aðeins að víkja af leið og gera þessa mynd. Ég veit ekki sögun á baku hana. En aldrei er að vita nema einhver heyri þetta og bara skelli þessari mynd fram. Hvað veit ég? Ég er allavega búin að tjá mig þetta. En þetta er orðið ágætt okkur í dag og ég þakka fyrir mig og við skellum þessu líklega bara með starfsmynd, eða ekki? Er þetta ekki bara starfsaga? Ég held það.